Vigdís, þið segist vilja bæta kjör og starfsumhverfi heilbrigðisstétta. Hvernig ætlið þið að gera það? Það verður að ganga í það á eitthvað nátt að koma til móts við þessar stéttir sem að hafa lagt á sig mikla vinnu núna undanfarin ár eftir að þessi niðurskurður kom til. Ég minna það að það búið að vera ráðningabann á Landspítalanum síðan 2007, ekki að vera keypt ný lyf síðan 2007, þannig við framsóknumenn viljum þjóðarsátt Landspítalan og þjóðarsáttin felst í því að hann verði forgangsmál í þessari kosningabaráttu ásamt heimilunum og uppbyggingu atvinnulífsins og þjóðarsáttin gengur út á það að það verða settir 12 til 13 milljarðar í rekstur Landspítalans og það sem algjör bráðanauðsyn það að kaupa ný lyf, kaupa tæki, byggjandi tækin og gera við núverandi húsnæði. Þetta forgangsmál því að engin þjóð getur verið án heilbrigðisþjónustu og við notum heilbrigðisþjónustuna all okkar ævi. Þið réðuð í heilbrigðisráðuneytinu í 12 ár og á þessum tíma þegar það ekkert að kenna þann tíma við kreppu, það voru uppgangsárin svokölluðu. Þá var dregið úr fjárveitingum til tækjakaupa. Af hverju á fólk að treysta ykkur til þess að gera þetta sem þú ert að segja núna? Vegna þess að Framsóknarflokkurinn hefur mjög skýra sýn í forgangsmálum þjóðarinnar nú eftir þær hemmingar sem við höfum gengið í gegnum. Þannig að nú komið tækifæri. Við þingmenn Framsóknarflokksins höfum sýnt mikið kjark, áræði og þor á síðasta kjörtímabili og við biðjum áframhaldandi traust til þeirra forgangsmála sem nú liggja fyrir. En ertu í raun að segja að það verði fyrsta mál á ykkar dagskrá ef þið verði í næstu ríkisstjórn að 12 til 13 milljarðar fari bara beint í Landspítalann? Það það sem að ég var að tala um að væri forgangsmál og vantaði til þess að ganga í þessu brýnu mál því eins og kom hér fram í innslaginu upphafi þáttar þá hér aðilar í samfélaginu sem starfa í þessum geira sem að telja að það sé komið jafnvel yfir þolmörk og þess vegna verður að bregðast við og sinna þessu málaflokki sem ekki verið gert.